Góðan daginn, góðir bæjarfulltrúar, bæjarritari og sigurfulltrúar sem hér í sal á bæjarskrifstofunum á Reyðarfirði. Ég býð ykkur velkominn til 379. fundar bæjarskrifstofunnar Fjarðabyggðar og segja hann settan. Hér á dagskrá í dag eru fundargerðir bæjarráðs nr. 852 og 3 teknar saman til umræðu og atkvæðagreiðslu engin hefur því andmælum. Fundargerð skipulags- og framkvæmdanefndar nr. 11, fjölskyldunefndar nr. 9 og 10. Tekna saman til umfjöllunar og atkvæðagreiðslu engin hefur því andmælum. Stjórn menningarstofu nr. 6, ungmennaráð nr. 14 og öldungaráð nr. 11. Jafnframt eru hér almenn mál. Það fyrst aðalskipulag breyting leira 1, það deiliskipulagsbreyting leira 1 samhliða 10. liður, deiliskipulag á Norðfirði samhliða tjaldsvæði 11. liður og 12. liður Leirubakki 9 grenndarkynning. Þá eru grenndarkynning á Blómstöðlum 25, liður 13 og Bakkabakki 2B grenndarkynning, liður 14. Þá eru jafnframt hér hefðbundnir liðir sem eru á þessum síðasta fundi bæjarskrifstofunnar fyrir sumarleyfi, sem eru kosningar í einsásembætti. Það er kosning forseta bæjarstjórnar til einsás, kosning fyrsta og annars varaforseta bæjarstjórnar og bæjarráðs. Jafnframt því hjá síðustu liði svo sumarleyfi bæjarstjórnar til að því og síðan funda áætlun bæjarstjórnar fram að áramótum að loknu sumarleyfi hennar. Þá göngum við til dagskrár og fyrstur er eins og áður sagði eru hér bæjarráðsfundir 852-53 og áður en ekki orðið laust þá hefur Þuríður Lilja Sigurðardóttir bæjarfulltrúi vakið athygli á vanhæfi sínu í lið 15 í fundargerð 853 sem tengist útboði á æðavarpi en aðili henni tengdur bauð þar og þar leiðandi sá liður tekið hér sérstaklega til umfjöllunar og atkvæðagreiðslu á eftir þessum fundargerðum. Og ég get svona kynnta nú en menn minna á það eftir líka sömulegis hefur vakið athygli á sami liður til umfjöllunar í skipulags- og framkvæmdanefnd nr. 11 liður 17 og við munum fara af eins þar undir. Þó svo að sú fundargerð felur ekki í sig afgreiðslu málsins, heldur engins tillögu til bæjarráðs. En við skulum láta það vera eins í báðum tilfellum. Þá er orðið laust sem það er fundargerðir bæjarráðs. Stefán Þór Eysteinsson er beðinn orðið gerðisvöld. Stefán. Forseti, bæjarstjóri, það er ekki gilt bæjarstjóra og bæjarfulltrúar og aðrir starfsmenn fá aðeins að ræða fundargerðir bæjarráðs, byrja hérna í fundargerð bæjarráðs 852, fara þar í liðil 1.1 þar sem er umsókn stofnframlög, þar sem við höfum haldið áfram okkar vegferð að sækja þessi stofnframlög til að halda áfram uppbyggingu á svæðinu og ánægjulegt að hvað þetta gengur vel hjá okkur að sækja þetta og þessi uppbygging heldur áfram og ekki láta öðru og ég gerir ráð fyrir að þetta muni bara halda áfram. Það er mikilvægt að þessi íbúðar uppbygging haldi áfram hérna á svæðinu og við þurfum auðvitað að gera það sem við getum gert til þess að ýta undir hana og þetta er eitt af því sem við getum gert í því. Svo er þetta aðrir hlutir sem við getum svo sem gert og eitthvað sem við munum kannski koma svolítið kemur inn á það undir fjárhagsáætlunum eftir. En þetta er allavega ánægjulegt að við séum ennþá í þessari vegferð og ekkert náð með ákvæmt það að segja. Þessu tengt er liður 1.2 fasteignamat fyrir 2025. Enn og aftur þá sjáum við hækkun hér í Fjarðabyggð. Henni er misdreift á milli kjarnan okkar eins og gengur og gerist og við höfum svo sem alltaf notað þetta fasteignamat og tekið það með okkur inn í fjárhagsáætlunargerðina. Það er auðvitað þegar kemur að því að ákveða þetta hlutfall fasteignaskattinn. Þetta hefur áhrif á kjarnan okkar og kemur misjafnt niður þar, þannig að við þurfum að taka þetta með okkur inn í það, en það er samt sem áður ánægjulegt að fasteignamatið sé að hækka. Það þýðir það er og ýtir undir það að menn sé að fara að byggja á svæðinu sem er auðvitað ekkert nema jákvætt. Þannig að þó svo hækkunin hún geti komið niður á fólkinu í sveitarfélaginu en þetta hærri gjöld sem fylgja þá má ekki gleyma þessu jákvæði sem er líka það það fer að borga sig að byggja og sem er þetta gríðarlega jákvæð fyrir okkur. Aðeins yfir í fundargerð bæjarráðs 853, lið 2.1. Þar fórum við yfir tillögur frá nefndum, öllum nefndum fyrir fjárhagsáætlunargerð næsta árs og var þar ákveðin samantekt af þeim tillögum sem liggja fyrir
og þar eru ýmsar áhugaverðar tillögur sem liggja fyrir og þetta er eitthvað sem við munum halda áfram að vinna með og auðvitað margt af þessu eitthvað sem við höfum verið að vinna með síðustu 2 ár síðan þessi bæjarstjórn og þessir bæjarfulltrúar voru kosnir, þannig að það er ákveðið verkefni sem við erum að halda áfram með og er mikilvægt að við gerum til að mynda Janusarverkefni sem dæmi og það eru fleiri verkefni þarna inni sem ég tel mikilvægt að við höldum áfram með og að samanskapi bara þetta innlegg inn í fjárhagsáætlun í gerðina og áhugaverð vinna framöndan. Þetta er svona fyrsta kast í þeirri vinnu. Aðeins inn á svo lið 2.13 þar sem við áttum sameiginlegan fund með Fljótsdalshrep. Við byrjum að þakka þeim fyrir komuna og þetta var ánægjulegur og góður fundur sem við áttum með sveitarstjórninni þar sem við ræddum ýmis mikilvæg mál og það eru ýmsir hagsmunir sem við eigum sameiginlega og mikilvægt að við höldum slíkum samtölum áfram og höldum þessu á lofti og ég hef ekki trú á öðru en að það verði gert og ýmislegt jákvætt sem kom fram á þessu fundi og ég vil aftur þakka þeim fyrir það. Í lokin aðeins myndi lið 2.22 sem er framlagt svar styrktarsjóðs EBI framlag til frumhönnunar lóðar og fasteigna stríðsvarssafninu. Það er þetta gríðarlega jákvætt að þessi styrkur hefur fengist og þessi peningur verður þá nýttur í það að hanna svæðið þar sem að stríðsvarssafnið er núna. Ég tel að það sé alveg gríðarlega mikilvægt og svo sem orðin allir samþykki því að stríðsvarssafnið verði áfram þarna upp frá. Allan í mínum huga þá hefur það allan tíman verið þannig og að framtíðarsýnin er þar, gríðarlega flott svæði og ég hlakka mikið til að sjá þá hönnun sem kemur út af þessu og ég held að þetta getur alveg gríðarlega skemmtilegt og flott og bind mikla vonir við þetta. Takk fyrir. Takk fyrir Stefán, þessi ljós. Aðeins að fá að hverjum ljós undir örfá liðið mér svundakina sem er kannski svona, má segja þeir koma hér tvisvar fyrir, bæði í 1852 og 53. Það er skipulag úrgangsmála, opnandi móttökustað. Við höfum verið að ræða möguleika á tilraunaverkefni í tengslu og opnatíðum móttökustaða í Fjarðabyggð hér helgar eða á laugardögum. Eins og við vita þá takmarkum við mjög opnatíma móttökustaða til þess að koma á móts við bara allan þá allar þær kvaðir sem ný lög hafa sett okkur, en leiði náttúrulega hefur þessi málaflokkur vaxið gríðarlega kostnaðarlega séð á síðustu árum, þannig að og raun og veru hann er þeirri, ekki að segja hann er undir því fororðið settur að það skal endurspeglast í gjöldum sem fólk borgar, sem innheimtum samhliða fasteignaskatti, hluti af fasteignagjöldunum sem er úrgangsmál og þannig hefur verið mikil hækkun síðustu ára. Á sama tíma höfum við ekki náð utan raun og veru samt kostnað málaflokks. Við höfum greitt með þessu líka úr sveitasjóði, yfir afhluta og til lengdar litið þá þetta hvorki má þannig gengur og þetta, þannig að við höfum reynt að leita allra leiða til þess að hvernig við getum náð utan málaflokkinn leið þjónusta ýtt undir endurvinnslu sem er þetta megin tilgangur laga, reynt að glæða hringrásar hagkerfishugsunina svona meira lífi. En með því var meðal annars takmarkað þessu opnatími bara til að koma móts við kostnað og kannski svona á þann hátt. Fyrirtæki náttúrulega sækja sér sína þjónustu beint til aðila sem fara með samt úrgang. Við viljum skoða þetta núna sumar. Þetta er mjög þröngu tímaram helgar og verður oft mikil örtröð. Já, það er nú kannski þá sem fólk nýtir sér þessa daga til þess að fara með frá sér það sem það vill losna við, hvort sem til endurvinnslu eða í urðun. Og við erum að skoða það og það svona liggur vonandi fyrir núna eftir helgi, þetta snýr að og þá erum við að horfa á júlí og ágústmánuð í þessu og meta svo stöðuna, en þetta snýr líka að leyfisveitingum þessum. Við þurfum, og svo ekkert bara við eins og við höfum rætt það áður, ekkert bara Fjarðabyggð heldur sveitarfélögin í landinu, við þurfum einhvern veginn að ná núna á þessu ári ekki síður einhverju ákveðni viðspyrnu í þessum úrgangsmálaflokki fá betri sýn á hann. Þetta hefur rætt innan á vettvangi sambands íslenskra sveitarfélaga og það er það samundir. Við þurfum að ná betri sýn á annars svona úrvinnslusjóð og þá það endurgjald sem kemur af hráefni sem þetta er endurvinnslu
hvernig það skila sér. Við þurfum að svona ná betur utan það að fólk geti farið með hluti til endurvinnslu án takmarkana og leið höfða til náttúrulega fyrirtækjan okkar að endurvinna sem mest og nýta sér sína þjónustu. Það eru samt alveg ánægilegar svona staðreind, ég myndi segja það, að það er minnkun á sorpeitururðunar. Það er svona ákveðin samdráttur er að sjá að við metum það svo inn á móttökustöð. Þannig að segja, það sem ekki á að fara þar í gegn hefur kannski farið í einhverju magni áður, er nú að fara beint þá til endurvinnsluaðila eða til urðunar og það er gríðarlega jákvæð þróun líka. Þannig að við séum að sjá svona meiri sjá árangur á þeim slóðum. Við eigum töluvert langt í land, sérstaklega með hringrásarhagkerfi og fleira og þetta eru bara verkefni sem eru mjög stór og mikilvæg fyrir okkur og ekki bara fyrir sveitarfélaga, heldur bara alltaf íbúa þessi ljósi þess kostnaðar sem þessi málaflokkur er fann að taka til sín og sem óhjákvæmilega endurspeglast í þjónustugjöldum til fólks. Aðeins bara undir lið 2.1 eins og Stefán kom inn á, fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar er núna, við erum að vinna náttúrulega henni eins og gefur að skilja því undirbúningi fyrir næsta ár og síðan næstu 3 ár. Nefndir hafa verið að skila inn sínum tillögum eða sínu umfjöllun rammana og síðan náttúrulega kemur að því að við munum útluta römmun núna þegar það líður að hausti og fjárfestingaráætlun tekur vinnu og annað slíkt. Það er alveg ljóst að rekstur Fjarðabyggðar er líkt og áður. Það er í honum, hann er umfangsmikill, skulum orða þannig. Og þetta er verulega áskorun, ekkert minni en áður. Við erum líka að sjá aðeins afleiðingar loðnubrests sem dæmi. Þær koma fram í tekjustreymi til okkar. Við erum ekki að sjá þá tekjuaukningu enn sem við vorum að vonast að þess ári. Þetta getur það breyst. Við erum bara, höfum haft til umfjöllun á fyrstu 5 mánuði ársins og þetta er margt eftir en það er áhjákvæmilega að við eigum verk að vinna þarna því að á sama tíma stöndum við fram fyrir fjárfestingu hjá okkur sem eru því miður eru ekki að standast kostnaðaráætlanir sem er ákveðið áhyggjuefni og eins að það sé svo sem við erum bara að greina það og skoða. Þetta er í tengslum við verðbólgu, hækkandi verðlag, þá er það endurspeglast það inn í framkvæmdajafnvel sem hafa staðið lengi að svo kostnaðaráætlun sem sett var fram í upp að hún mun ekki standast. En við viljum þetta sjá það betur, við viljum sjá og við viljum ná betur utan um slíkt og þær fjárhagsáætlanir sem við setjum okkur, eða kostnaðaráætlanir byrjum þær standið sem mest. Og við þurfum þá að horfa bara í það sem við erum að framkvæma og ljúka því sem við erum með og þá að meta framtíðina betur og þannig að það sé jafnvel færri verkefni undir til þess að betur gangi að halda utan um þau verkefni hverju sinni. En þetta er nú allt saman bara Þetta er eilíðaverkefni sem er fjármál sveitarfélagsins og verður hér til umfjöllunar næstu mánuðum og sjást næsta áratugum. Síðan hérna aðeins bara 2020 fagnar því að það er aflamark byggðastofnunar. Það var úti á Breiðdalsvík. Breiðdalsvík hefur haft sérstakt aflamark til ráðstöfunar og var verið að endurnýja það aflamark sem þetta sértaka aflamark upp á 400 tonn, þorskílstonn til 6 ára og það er gríðarlega mikilvægt fyrir samfélagið eins og Breiðdalsvík að fá þetta aflamark áfram. Þetta hefur skipt heilmiklu bara í vinnslu þarna og þróun og það er sem sagt liggur nú fyrir og að ég best veit hafa stjórnarfundur í Byggðastofnun á þriðjudaginn núna síðastliðinn þar sem þetta var fullnustað. Og síðan bara aðeins taka undir með Stefáni, það var mjög ánægt að fá þennan styrk frá Brunabótafélaginu og ég kannski myndi það hér betur eftir undir stjórn menningarstofu. Stjórn menningarstofu hefur verið núna frá því við tókum til starfa í þessari nýju mynd. Þá höfum við verið að skoða, útfæra hugmyndir okkar stríðsvarsafni á núverandi stað. Eins og við vita þá er Fjarðabyggð í samtali við tryggingafélagið sitt vegna braggana sem þarna urðu fyrir tjóni sem var til þess að þetta láta það fara og bótum vegna þess og við erum þá að horfa til þess að byggja þá aftur upp á lóðinni, færa sýninguna þá úr húsinu inn í braggana, inn í sitt umhverfi meira og ná samspilin. Þarna viljum við byrja á því að hanna lóðina. Það getur svo orðið til þess að ef verið að fara í deiliskipulagsgerð á stríðsvarsvæðinu og upp í gilið, upp í Lúðragilið fyrir ofan sem er þetta ofsalega fallegt útistissvæði, þarna býður upp á mikla möguleika þetta svæði í heild sinni, að þá er sú lóðarhönnun gjaldgeng inn í þá deiliskipulagsvinnu. Þannig að við vonumst til þess að fá
til versins. Við höfum verið að kanna með aðila sem hafa unnið fyrir okkur áður í landslagshönnun og vonandi næst hafa stað í sumar og við verðum komið svona grófar útlínu hér fyrir haustið til þess að geta lagt á staði þessa vegferð. Því að Stríðsögusafnið sem nú orðið opnað að nýju náttúrulega gríðarlega merkilegt safn, merkilega sögu og hérna var sérstaklega gleðiefni að hægt var að opna það aftur núna. Það var lokað síðasta sumar vegna skemmda núverandi byggingu. Við höfum núna, það hefur verið lagað það sem þar var, en til framtíðar litið þarf á nýju húsnæði að halda og ég held að ég vel heima í Bröggum, svipað þessu stóra mikla herspítala sem það stóð, Braggaspítala. En það var ekki vilja fleiri þessi ljós. Svo verðist ekki verið þá berju fundagerðir bæjarráðs númer 852 og 53 og utanliða 15 til atkvæða, þessi andgefinskiðamerki. Það eru samt þetta með 9 atkvæða. Halli Óskar Þuríður, Lillý Sigurðardóttir í Víki og Sal. Þá tökum við fyrir lið 15. En eins og áður segir þá í lið 15 þar var við til umfjöllunar útboð á æðvarpi hér í landi við Leirurnar á Reyðarfirði, utan náttúrulega hafnarsvæðisins sem hafnalóðarinnar. Skipulags- og framkvæmdanefnd tók þetta fyrir, tók þessi opnaði, tilboðin voru opnuð og lögð fyrir nefndina. Og hún lagði til að tekið tilboði hæstbjóðanda sem var þá töluverður munur á hæsta tilboði því næsta og nefndin lagði það til og bæjarráð staðfesti það á fundi sínum nú hér á mánudaginn, á þriðjudaginn var og orðið laust um þennan lið. Enginn þessi ljós, ég ber hann til atkvæða þess að hann sagði ekki að skilja merki. Hann sagði þetta með 8 atkvæðum, þá má Þuríður ganga í sal að nýju. Og þá höldum við áfram í dagskrá fundarins og það næst fundagerð skipulags- og framkvæmdanefndar númer 11. Eins og áður segir að undanskildum lið 17 var ekki, sem sami liður í raun og veru og það sem skipulags- og framkvæmdanefnd tók máli fyrir og vísaði til bæjarráðs. En orðið laust með fundagerð. Þuríður beðum orðið, gerðu svo Þuríður, undanskildu lið 17. Forseti, staðgengill bæjarstjóra, bæjarfulltrúar og aðrir sem hér eru í sal. Nokkru hluti sem ég langaði að koma inn á undir fundagerð skipulags- og framkvæmdanefndar, fundur númer 11. Það fyrst liðið 3.2 en á fundinu var tekin fyrir starfs- og fjárhagsáætlun nefndarinnar fyrir 2025. Eins og vinnan var komin þá. Þar farið yfir helstu verkefnin sem liggja fyrir á sviðum nefndarinnar en þau eru ansi mörg enda málaflokkarnir margir sem eru undir eftir að þessar 2 nefndir voru sameinaðar. Stefnt að því að fara í deiliskipulagsvinnu fyrir miðbæjarsvæði á Reyðarfirði og hafnarsvæði og miðbæ á Eskifirði. Leitast verður áfram eftir styrkjum vegna fráveituframkvæmda en sérstaklega mikilvægt að koma hreinsun útrása í betri horfur. Jafnframt verður farið í átak í öryggi kringum gangbrautir með bættri lýsingu og merkingum en það víða ábótavant og verður byrjað í nágrenni við skóla. Svo ráðast í framkvæmd við að klæða eldri hluta grunnskóla sem þurfti að fresta nú árið 2024 út öðrum ófyrirsíðum verkefnum. Og einnig verður haldið áfram með þau verkefni sem ekki næst að klára á árinu 2024. Gatnakerfi Fjarðabyggðar mjög illa farið og leita verður leiða til að hækka fjármagn sem fer í viðhald þess. Árinu 2024 einungis gert ráð fyrir 24 milljónum til yfirlagna og viðhald gangbrauta en við leggjum upp með að geta hækka þá fjárhæðum 20 milljónir. Og einnig á við eftir að klára frágang í nýjum sem og eldri hverfum með kantsteinum, gangstéttum og fleiru. Svo stefnt að því að byggja fjárrétt í Norðfirði fyrir haustið 2024. Hún átti að rísa í fyrra en það gekk ekki eftir. Og svo jafnframt að huga betri og bættri aðstöðu fyrir gæludýraeigendur. Eins og til dæmis betri sleppisvæðum fyrir hunda, en þau eru mjög misjafn eftir kjörnum. Stærsta verkefnið líkt og undanfarna mánuð og ár og eins og kom var inn á hérna bæjarráð áðan sorpmálin. Þar margt svona í
í pípunum og áframhaldandi breytingar sem á endanum mun leiða til betri þjónustu og hagræðingar í rekstri. Þetta er svona stikla á stóru það sem að komið en vinnunni að sjálfsögðu ekki lokið og verður áframhaldið í haust. Svo það lið 3.14 æfingatæki Eskifirði. Mjög jákvætt þegar íþróttafélög, fyrirtæki, íbúasamtök eða aðrir taka sér saman svona verkefni og við vonum að fleiri byggðakjarnar gerir slíkt hið sama og jafnframt vonum að uppsetningin gangi hratt fyrir sig og tækin verði mikið notuð sem á völlurinn. Svo var það 3.16, það var umgengni í Fjarðabyggð. Umgengni víða ábótavant því miður og við höfum verið í átaki í þessum efnum lengi en betur má duga skal og vonandi mun það skila árangri og við vonum að íbúar leggist áratna með okkur að gera sveitarfélagið enn snyrtilegra, bæði þéttbýli og dreifbýli og taki vel í þau erindi sem að þeim kunni að berast. Þetta allt gert með heildarsýn sveitarfélagsins í huga. Svo lokum það 3.18 viðhald og nýframkvæmd gatna en eins og ég kom inn á áðan undir fyrsta liðnum að þá víða pottur brotinn í gatnakerfinu og göturnar koma margar hverjar mjög illa undan vetri. Og vegna þess hversu lág fjárhæðin þá þurftum við að forgangsraða verkefnum, sérstaklega í yfirlögn og var það gert með heildarsýn í huga en það mikilvægt að bjarga þeim götum sem mjög illa farnar áður en það verður meira tjón, hvort sem það eru bifreiðum eða lögnum undir þeim. Við hefðum viljað ná að fara í meira en við verðum bara að nýta það sem við höfum og vona að það nýtist sem best og þar sem þessi mest þörf. Fleiri var það ekki. Takk fyrir Þuríður, fyrir fleiri kastljós. Birgir Jónsson hefur beðið mann, þessu Birgir. Forseti, Stakill, bæjarstjóri og ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla aðeins að koma inn á lið 11 í þessari fundagerð sem því að það hafa nú allir hér á undan verið nokkuð jákvæðir, þá ætla ég að vera það líka. Það fjallað og var verið að samþykkja framkvæmdaleyfi fyrir sparkvöll á Breiðdalsvík sem ótrúleg tímamót af því að ég held að séu næstu því á hverjum einasta þéttbýlistað á Íslandi sparkvöllur nema á Breiðdalsvík og af því að Þuríður talaði hérna áðan frumkvæði fyrirtækja og íþróttafélaga þá þetta líka dæmið það sem að Hrafnkell Freyskóði fer með fyrirtæki í bænum að stað og ætla bara að keyra á verkefnið. Þannig að ég líka bara fyrir okkur að hérna ef það eitthvað sem við getum gert til þess að styðja við þetta framtak að við gerum það. Af því að eins og ég sagði, þetta löngu tímabært til þess að auka möguleika á knattspyrnuiðkun á Breiðdalsvík. Meira var það ekki. Fyrir Birgir, það komið til þar. Það jákvætt, gríðarlega jákvætt að sjá sparkvöll rísa þar eins og í hinum byggðakjarnanum okkar sem eru komnir. Orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs, þá ber ég fundagerðina undanskildum liðið 17 eftir atkvæði sem hann samþykkja með skeiðmerki. Hún sagði með 9 atkvæðan og það Þuríður vilja yfirgefa salinn. Og fyrir tekin liður 17 sem bara samhljóða liðunum hér áðan þar sem bæjarráð afgreiddi en sem sagt skipulags- og framkvæmdanefnd tók fyrir tilboðin í áðurnefnt æðavarp og fjallaði þau og lagði til að tekið tilboðið herstuðanda. Orðið laust þetta. Enginn kveður sér hljóðs, ég ber þetta til samþykta. Þetta sagði bara 8 atkvæðan. Þuríður má þá ganga í sala 9. Þá erum við hér komin í fundagerði fjölskyldunefndar með 9 og 10. Tekna saman orðið lausnum þar fyrir þessi ljós. Svo virðist ekki verið, ég ber það til samþykta þessi það sendi við skeiðmerki. Það eru sagði þetta með 9 atkvæðan. Þá erum komin lið 6 sem stjórn menningarstofu. 70 fundur hennar. Orðið laust, við lefum hvað þessi ljós. Já, Stefán Þór, eistar, gjör svo vel. Forseti, aðeins að koma hérna inn á þennan lið stjórn menningarstofu, inn á lið 6.3 sem verður þá verkefni menningarstofunar og þá sérstaklega langar með að tala innsæfi sem núna farin af stað og hófst hérna við pomp og prakt síðustu helgi og það alveg ótrúlega gaman að búið ótrúlega gaman að fara á þessa viðburði sem eru búin að vera
á vegum menningarstofu. Það búið ótrúlega gaman líka að fylgjast með menningarstofu, sjá hvernig hún hefur hversu vel hefur gengið eflana síðustu ár, og mér finnst þessi góða þáttaka sem er búin að vera núna í þessu viðburðum sem hafa verið eins og Innsævi núna til marks það góða starf sem er búið að vera á vegum menningarstofu, og bara búið að vera ótrúlega gaman að fylgjast með, og ég tel að það sé gríðarlega mikilvægt við höldum áfram að standa vörð menningarstofu. Þessi viðburðir sem dæmi sem eru í gangi hérna á sumrin eru bara gríðarlega mikilvægir fyrir fólki sem býr hérna á svæðinu, hafa eitthvað aðgengi að menningarviðburðum eins og þessum sem er í boði. Það er gríðarlega mikil fjölbreytni í þessum viðburðum sem eru til staðar og ótrúlega gaman að fylgjast með þessu starfi, og langar bara að hrósa menningarstofu fyrir þetta verkefni sérstaklega og auðvitað öll önnur verkefni, en hvet sömuleiðis alla hérna til að mæta þá viðburði sem eftir eru, og sömuleiðis alla í sveitarfélaginu og víðar. Takk. Takk fyrir Stefán og hvaðan aðeins ljós, og kannski bara halda ára þessum nótum og tekundi með Stefánu. Innsævi gríðarlega góð og mögnuð listahátíð, þessi tvíæringur okkar haldið hér annað hvert ár með bara mjög áhugaverðu og skemmtilegri blöndu af viðburðum á mismunandi listformum, og með þáttöku bæði heimafólks og þeirra sem aðkoma, og er núna í þriðja skipti haldinn og er að vaxa á dafna, og það er ástæða til að óska menningarstofu og því starfsfólki þar til hamingju með þetta og hvatningu áfram. Ekkert svo síður líka með skapandi sumarstarfin, smiðurnar sem við erum með núna fyrir börn. Þetta er alveg ómetanlegt fyrir þetta samfélag og fyrir Fjarðabyggð. Ég reyndist ekki að segja að það hefur alltaf ríkt mjög góð samstæði í bæjarstjórn um þessa stefnu. Þegar við sköpuðum menningarstofuna, það settum hann í þetta form, og ég held að við getum með sanni sagt að hún hefur skilað okkur mörgum. Síðan er þetta samstarfsverkefnin, tónaflóð og fleira, og þetta er ekki bara fundið í sumar, þetta er gangandi í gegnum veturinn og aðkoma að tónlistarmiðstöðuna Eskifirði og alltaf þetta er mjög mikið eftir samfélagið okkar í heild sinni. Innsævi dreifist hér öll hverfi sveitafélagsins. Hér verða viðburðir næsta sunnudag, bæði í Mjóafirði og víðar, og þannig verður þetta sett upp, og það held ég líka mikilvægt hún snerti allstaðar sem víðast, og tekum með Stefánu, ég hvet ykkur til þess að nýta ykkur. Það voru skemmtilegir og líflegir viðburðir helgina, tónleikar í kvöld, jazztónleikar á alveg mjög háum, ég held að veri afskaplega hvet fólk til þess að nýta sér þá. Ég held að segja hvernig yfirbara listafólk í jazz heiminum, þannig að það er margt mjög skemmtilegt framundan á næstu vikum, og svo náttúrulega bara með þeim hátíðum líka, bæjarhátíðum sem eru svo í kjöldunum okkar. Þannig að þetta er samspil sem er okkur mjög nauðsynlegt. Ég ætla aðeins að koma inn á stjórn menningarstofu hefur rætt töluvert safnamál á fundi sínum. Núna frá því að stjórnin fór í þetta form sem hann er í, síðan í vetur, og munum gera það áfram. Eins og þið þekkið þá er safnastarfsemi okkar heilmikil umsvifum. Við rekum og eigum söfn hér í flestum byggðarkjörnum eða mörgum, og síðan komum og síðan eru einkasöfn einnig. Okkar býður gríðarlega mikil vinna í safnamálum, og þó að margt sé þar áunnið þá er það líka margt framundan. Við þurfum að setja okkur söfnunarstefnu í söfnunum okkar til þess að svona ramma það inn. Við erum með þátttakendur svo náttúrulega eins og í sjómennasafninu á Eskifirði. Þar er líka umræða á milli okkar og sjómennasafnsins, og skráning og fleira. Við erum að flytja skjalasafnið á eitt stað og afleggja húsnæði sem það mun fara úr rekstri sveitafélagsins og bara aðstæðum sem er ekki fullnægjandi fyrir þessa vinnu. Þetta verður heilmikið verkefni, og þetta er verkefni sem verðum að taka svolítið föstum tökum, finnst mér núna á þessu ári og næsta, og svona horfa vel í safnakostin okkar. Við viljum líka með samþættingu safnastofnun og menningarstofu gera söfnin að menningar. Þá ekki að segja að söfnin okkar eru menningarstofnanir, en við viljum líka blanda inn í það annarri menningu og gera þau meira lifandi, og leið náttúrulega að ná fólkinu okkar, ekki síst íbúunum okkar, og til meiri þáttöku og nýta sér söfnin. Skólarnir gera það, við viljum gera það enn frekar,
og svo framvegis. Þannig að söfn verður eða svolítið ásamt náttúrulega menningunni verða söfnin okkar svona helsta viðfangsefni á þessu og næsta ári. Við þurfum svolítið að móta okkur það stefnu. Þetta margt að þessi langhlaup en við þurfum að hafa stefnuna og leiðarljósið þar undir. En það var ekki fleira, vill einhver kveðið til stjórn menningarstofu. Svo virðist ekki verið í byrjun fundagerðina. Hún sagði með 9 atkvæði. Þá var næst fundagerð ungmennráðs nr. 14, orðið laust hana. Eitthvað þessi ljós. Svo virðist ekki verið í byrjun eftir saðingjöf, þess fann að saðingjöfinn sem skeiði merki. Hún sagði með 9 atkvæði. Þá var næst fundagerð öldungaráðs nr. 11. Orðið laust hana. Eitthvað þessi ljós. Hjörðis Helga Senna Þórsdóttir orðið, gerð svo Hjörðis. Forseti bæjarstjórnar, staðgengill bæjarstjóra, bæjarfulltrúar og aðri starfsmenn. Ég ætla nú bara aðeins að koma hérna inn út af því að við sé það að nokkuð mál hafa verið tekin til umfjöllunar og afgreiðslu hjá Öldungaráði 28. maí og þá var verið að fara yfir sem sagt Janusarverkefnið okkar, heilsuefling Janus. Það sem hefur verið svona markviss heilsuefling fyrir 60 ára og eldri. Og mér finnst líka bara mjög mikilvægt að við tökum þessi skilaboð frá hérna Öldungaráði sem að hvetur Fjarðabyggð að halda þessu verkefni áfram því að það hefur verið mjög góð þáttaka hérna í sveitarfélaginu og það eldra fólk sem ég hef rætt við hafa verið bara mjög ánægð með þetta verkefni og vill endilega einmitt að við höldum þessu áfram held ég líka sé bara Fjarðabyggð til sóma að taka þátt í svona verkefni. Síðan var verið að kynna bækling málefna eldra fólks í Fjarðabyggð en fyrir svona tæpu ári fór ég og heimsótti eldri borgara í öllum byggðakjörnum hér í Fjarðabyggð og ræddi við þau svona hvað má bæta, hvað getum við gert betur og þau kölluðu mjög eftir því að fá sem sagt bara bækling til þess að skoða því að þeim henta ekki öllum að fara á internetið eða hringja í Fjarðabyggð þannig að þau vildu bara fá allar upplýsingar þar sem væri þau þjónusta sem að Fjarðabyggð væri að bjóða upp og væri semst bara ekki þessum bækling. Síðan hins vegar voru smá skipti í starfshóknum á fjölskyldusviði en nú allan komin dröð á þessum bækling sem við keyrðum í gegn og Öldungaráð og það semst búið að fara og kynna þennan bækling fyrir Öldungaráði og þau hafa komið ábendingar sem bara frábært því að við viljum auðvitað heyra þeirra athugasemdir út af því að þetta ætlað til upplýsinga og kynna þjónustuna sem við í Fjarðabyggð erum sem sagt með fyrir eldra fólk í Fjarðabyggð þannig að ég hugsa að þetta sé bara mjög gott að þetta sé komið svo langt og vonandi bara klárast þetta sem fyrst þannig að bæklingarnir geti farið á helstu staði sem að þau óskuðu eftir. Og síðan bara langar mig aðeins að koma inn á gott að eldast því að það var einmitt líka farið í að kynna þróunarverkefni gott að eldast sem ég svo sem komi hér oft og bablað upp í pontu. En þetta eins og mér segir mjög áhugavert tilraunaverkefni og það núna á döfinni sem sagt að reyna að svona tvinna þetta vel og sem sagt búa til aðgerðaráætlun og innleiða og sem sagt framkvæma þessa aðgerðaráætlun sem búið að vera að vinna að í ár og svona verið að hugsa það að í lok ársins 2025 að þar verði svona fyrstu niðurstöðunar að þessu þróunarverkefni sem það liggi fyrir og það náttúrulega verið aðgerðaráætlun byggist á 5 stoðum og það samþætting, heimili, virkni, þróun og upplýsingar þannig að ég bara hlakka til að fylgjast með þessu tilraunaverkefni en meira var það ekki. Takk fyrir. Takk fyrir Hjördís. Vilja fleiri kveðsljóð undir fundagerð Öldungaráðs nr. 11. Svo virðist ekki vera þá berjan eftir samþykkt þess með hana sanngjöfin skíðamerki. Hún sagði með 9 atkvæði. Þá erum við komin liðin almenn mál og það fyrst breyting aðalskipulagsbreyting Leira 1 á Eskifirði. Þessi vísa hér frá skipulags- og framkvæmdanefnd til afgreiðslu bæjarstjórnar.
Þetta er óveruleg breyting á aðalskipulagi Fjarðabyggðar Eskifirði, strandsvæði, og hún felur í sér þetta er breyting á vegakerfi eða innkeyrslu á hafnarsvæði og í tengslum við þær framkvæmdir sem þar hafa verið. Orðið er laust þessa aðalskipulagsbreytingu. Engin hvað þessi ljós, ég ber nú eftir staðan til þess að sannleikurinn skilur mér. Hún er staðin með 9 atkvæðum og óveruleg breyting á aðalskipulagi. Þá er hér liður næst 10 sem tengist áðurnefndri aðalskipulagsbreytingu sem tengist deiliskipulaginu Leiru 1. Þetta er hér sömuleiðis vísað og hefur fengið umfjöllun í skipulags- og framkvæmdanefnd til afgreiðslu bæjarinnar. Þetta er óveruleg breyting á þessu deiliskipulagi og það er vegakerfið og lóðamörk á svæðinu vegna þungaflutninga. Það er að forma þarna nýjar aðkomuleiðir. Orðið er laust þessa breytingu á deiliskipulagi. Engin kveður sér hljóðs í bernöftu samþykktar. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum þessi óverulega breyting á deiliskipulagi. Þá er hér næst liður 11 sem er deiliskipulag Norðfjörður tjaldsvæði. Þessi vísa hér frá skipulagsframkvæmdanefnd til afgreiðslu hér tillögum auglýsa deiliskipulagi Norðfjörður tjaldsvæði og að ræða breytingu á núverandi staðsetningu tjaldsvæði sem er ofan Starmýrar, en það tjaldsvæði mun nú þurfa að víkja fyrir væntanlegum ofanflóðaframkvæmdum sem er að fara í gang í sumar og tjaldsvæði það þá víkja frá með næsta hausti, það verður í notkun í sumar en hefur legið fyrir nokkuð lengi að það þurfa að víkja í tengslum við 4. garðinn sem eru reistur nú á næstu árum. Þarna er komin þá tillaga sem fer þá til auglýsingar nýja staðsetningu tjaldsvæðis á Norðfirði og það er þá innan minningareits vegna snjóflóðana og hefur verið nokkuð lengi til skoðunar þessi staðsetning í ljósi að þarna er ofanflóðahætta og ekki byggingaland en tjaldsvæði er náttúrulega sjálfsögðu í notkun á þeim tíma sem ekki er ofanflóðahætta. Orðið er laust þessu auglýsingum. Engin hvað þessi hljóðs, þá ber þetta samþykktar að auglýsa þetta deiliskipulagstillögu. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í grenndarkynningu á Leirubakka 9, hafnarsvæði á Eskifirði. Þetta er grenndarkynning sem fór fram vegna óverulegra breytingar á deiliskipulagi Leiru 1. Þetta er ný lóð og spennustu fyrir landtengingu skipa. Hefur hlotið afgreiðslu í skipulags- og framkvæmdanefnd. Orðið er laust þetta. Engin hvað þessi hljóðs, ég ber þetta til samþykktar þess að þetta samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er það liður 13, það er Blómstvöldi 25 grenndarkynning. Þessi vísa hér frá skipulags- og framkvæmdanefnd, afgreiðslu bæjarinnar. Niðurstöðu grenndarkynningar vegna breytingar á þaki á fasteignum Blómstvöldin 25. Verkefnum var að þetta var grenndarkynnt fyrir eigendum Blómstvölda 27, engar athugasemdir bárust og skipulags- og framkvæmdanefnd hefur samþykkt fyrir sitt leyti öllum gögnum skiluðum. Orðið er laust þessa grenndarkynningu. Engin hvað hljóðs, ég ber þetta samþykktar, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er hérna Bakkabakki 2B grenndarkynning. Það er vísað hér frá sömuleiðis eins og áður segir frá skipulags- og framkvæmdanefnd. Grenndarkynning vegna breyting á lóðina Bakkabakka 2B sem er utan deiliskipulagslóð. Það leiðir til að grenndarkynna. Engar athugasemdir bárust í grenndarkynningunni og skipulags- og framkvæmdanefnd hefur samþykkt fyrir sitt leyti og vísað til afgreiðslu bæjarinnar. Orðið er laust þetta. Engin hvað hljóðs, ég ber þetta samþykktar. Þetta er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin hér í lið sem tengist kosningum í embætti og ráð til 1 árs og fer fram eins og áður sagði á síðasta fundi bæjarinnar fyrir sumarlega ár hvert og það er fyrst kosning forseta bæjarinnar fyrir næsta ár og sá sem hér stendur, Jóhann Hákonarson, er tilnefndur sem forseti bæjarinnar. Orðið er laust, engin hvað hljóðs, ég ber þetta samþykkt það samþykkja með skeiðmerki, það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er næst kosning fyrst og annars varaforseta bæjarinnar fyrir næsta ár og það er áður eins og áður. Þórdís Mjöll Benediktsdóttir fyrsti varaforseti og Hjördís Helga Selja Þórðardóttir annar varaforseti. Orðið er laust, engin hvað hljóðs, ég ber þetta samþykkja með skeiðmerki, það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er næst kosning bæjarráðs fyrir komandi ár og það er líkt og nú Ragnar Sigurðsson formaður, Jón Björn Hákonarson varaformaður og Stefán Þór Eysteinsson bæjarfulltrúi. Varamenn eru aðrir bæjarfulltrúar. Orðið er laust þetta. Engin hvað hljóðs, ég ber þetta samþykktar. Þetta er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í liðin sumarleyfi bæjarstjórnar og það er eftirfarandi tillaga sem er nú svona með gamalkunnu stefi en það er lagt til að bæjarstjórn taki sumarfrí í júlí og hluta ágústmánaðar samanber 7. grein samþykktar Fjarðabyggðar og komið saman að nýja eftir sumarfrí fimmtudaginn 22. ágúst 2024.
Einnig lagt til að bæjarráð verði falið ákvörðunarvald og fullnaðarafgreiðsla mála bæjarsnar meðan sauðafríi stendur, samanber 47. grein samþykkta Fjarðabyggðar. Eins og áður segir þá er þann 15. sumarlega lýkur og þá tekur bæjarstjórn aftur við hlutverki sínu og mun funda þann 20. Orðið lausnumestilur, engin guðs ljós er bennandi samþykkt. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá hérna næst og í lokin, síðasti liður, það er fundaáætlun bæjarsnar. Fundaáætlun þá fyrir komandi haust og fram að áramótum og það er, ég mun nú lesa þessa daga en síðan mun bæjarritari sjá til þess að þið muni fá þetta sent til ykkar með rafrænum hætti í rafræna dagbók bara á morgun, þannig að þetta takist strax á. En það er þá fyrsti fundur 22. ágúst, síðan septemberfundir eru 5. og 19. september, 3. október og 17. október, þarna fylgjum við bara þessari reglu okkar 1. og 3. fimmtudag. Síðan er aðeins svona breyting í nóvember, 7. nóvember og 21. nóvember, því að það er að ræða væntanlega fyrri umræða, hún mun fara fram 7. nóvember fjárhagsáætlun og síðar umræðar áætluð 20. nóvember. En þetta getur það breyst með síðar umræða, fyrri umræða aftur á móti liggur nokkuð fyrir. Síðan er í desember, 5. desember og 19. desember. Þetta eru áðurnefndir fundadaga bæjarsnar. Þetta er einhverjum þessi ljósfundadaga bæjarsnar. Svo er ekki, þá eru þeir laðið fram, þeir þarfnast ekki afgreiðslu sem slíks og er svona sem segi styðjast í megin reglu að þetta sé 1. og 3. fimmtudagur. Tekið hefur verið tillit til fjármálaráðstöfun sveitarfélaga í þessu einnig, en hún mun ekki lenda á að því að síðast voru við með frávik frá tíma. Síðan náttúrulega getur bæjarstjórn breytt fundadögum sínum ef þurfa þykir eða kalla saman aukafundi eða eitthvað slíkt. Þá er dagskrá fundarins í dag tæmd. Ég þakka bæjarfulltrúum og fundamönnum undan fundarsetuna. Góðar og málefnalegar umræður, óska ykkur góðs sumars og vonaði njótið þess í leyfi bæjarsnar og segi fundi slítið.